Já, ég býð ykkur velkomin til 7. fundar sveitarstjórnar ákveðins ytra úrslitareikning gleðilegs árs. Áður en við göngum til dagskrár þá legg ég til að við bætist liður 10 vatnasvæðanefnd, tilnefning fulltrúa og liður 11 liður 9 erindi og fyrirspurnir frá álista, liður 10 vatnasvæðanefnd, tilnefning fulltrúa og liður 11 áskorun til veitna. Þessi getur samþykkt það gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Ágúst. Já, ég vil bara vekja athygli á því að það var voru mistök í fundarboði að erindi og fyrirspurnir frá álista fóru ekki með en átti að vera með. Það var undirritað sem að klikkaði. Ég stafsökun á því. Þá byrjum við þetta liður 1, það er skipulags- og umferðarnefnd, ákveðins ytra fundur 9. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerð með öðru leyti staðfest. Og ég lesi yfir þessa liði til að láta vita að það er athugasemdir, annars er flytja svo að þetta sjálft samþykkt samhljóða. Það liður 1.1, Snjallsteinshöfði 1C, landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né heiti á spildum. Nefndin vill árétta að samþykki vegagerðarinnar þarf að liggja fyrir þegar vinna við tengingu hefst við Árbæjarveginn. Og tillagan að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 1.2, HRM 1, lóð 3 landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né heiti lóðar. Og tillagan að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 1.3, Hrafntóftir 1 og 2 landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né heiti lóða. Tillagan að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 1.4, Fjarkaland landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né heiti á spildum. Nefndin vill árétta að samþykki vegagerðarinnar þarf að liggja fyrir þegar vinna við tengingu hefst við Þykkvabæinn eða Ástarbrautina. Tillaga er að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 1.5, Unhóll 1A landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né áformin heiti lóðanna. Tillaga er að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 1.7, Þrúðungur 31, fyrirspurn vegna byggingaráforma. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur óumdeilt að gert hafi verið ráð fyrir 3. hæðinni við byggingu hússins samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Nefndin leggur til, þar sem útlit er fyrir að yfirbragð byggingarinnar muni breytast verulega með tilkomu nýrrar hæðar, að grenndarkynna skuli erindi umsækjanda áður en ákvörðun verður tekin. Grenndarkynningu skal senda til allra íbúa og eigenda húsa við þrúðung nr. 25 til 38 samkvæmt 2. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Tillaga er að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og er samþykkt samhljóða. Liður 1.8, Hrafntóftir 2. Það er beiðni umsögn vegna fjarlægðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir engar athugasemdir við áform umsækjanda. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 1.9, Gaddstaðir íbúðasvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir og ábendingar. Til að svara athugasemdum Umhverfisstofnunar telur nefndin að fyrir liggi að stefna íbúðabyggð í dreifbýli samræmist ekki stefnu landsskipulags. Stefna landsskipulags er að í dreifbýli tengist fjölgun íbúða, fremur búrekstri eða annarri staðbundinni landnýtingu eða atvinnustarfsemi. Kemur frá blaðsíðu 25. En stefna sveitarfélagsins, sem einnig er skilgreind í texta greinargerðar í endurskoðun aðalskipulagsrannsóknings ytra 2016 til 2028 sem er í ferli, er að stuðla í að frekar uppbyggingu í dreifbýli, meðal annars til að koma til móts við íbúa sem vilja setja sig niður í dreifbýli, til að nýta betur staðbundin veikmannvirki sem þarf að halda úti til að tryggja dreifa byggð og til að mæta breyttu atvinnumynstri og tækniframförum þar sem fjölmargir eiga kost á stundu atvinnu eða nám í ferðvinnslu. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu þar til tillaga hefur verið lögð fyrir. Tillaga að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 1.10, Strútur, deiliskipulag við Strútsskála. Þar er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur
að ekki sé þörf á kynningu lýsingar þar sem allar meginforsendur liggja fyrir aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin telur jafnframt að áformaðar framkvæmdir á staðnum sé ekki líklega til að hafa í för með sér neikvæð umhverfisáhrif og kalli því ekki að mati á umhverfisáhrifum. Tillagan var sveitarstjórn staðfesta bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 1.11 Grásteinn, deiliskipulag nýrrar aðkomu. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins þar til uppdráttur verður lagður fram. Tillagan sveitarstjórn staðfesta bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 1.12 Svínhagi, landnúmer 164560, deiliskipulag ferðaþjónustu. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin vill árétta að þar sem byggingu hótels eða þjónustumiðstöðvar er að ræða, þá tilkynning slíkt til Skipulagsstofnunar samkvæmt lið 12.5 í lögum mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Það er álit nefndarinnar að hraun sem alfarið er sanddorpið eða hulið foksandi eða öðrum jarðvegi og gróðri og er ekki lengur hægt að greina hvort hraun sé að ræða, hefur öllu jöfnu tapað þeim einkennum sem mynda verndargildi og njóti því ekki sérstakrar verndar. Þær framkvæmdir sem áformaðar eru ætti því ekki að hafa veruleg áhrif á umhverfið svo framarlega sem hraunjaðarinn sjálfur verði látinn haldast óskertur. Nefndin samþykkir því framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Í auglýsingu verði tekið fram að tillagan samræmist skilmálum aðalskipulags Rangárþings ytra 2016-2028 sem er í ferli. Nefndin telur jafnframt að framkvæmdir muni ekki kalla á mat á umhverfisáhrifum. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Það liður 1.13 Fjárkjaland deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar erindunum og tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er það samþykkt samhljóða. Þetta verður við í lið 2, það er Brunavarnir Rangárvallasýslu. Fundur stjórn nr. 58, fundargerð kaup á húsnæði fyrir slökkvistöð Hellu. Það er tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra staðfesti fyrir sitt leyti kaup á iðnaðarhúsnæði að Dinnsgám 49 undir nýja slökkvistöð á Hellu og veiti vilyrði fyrir ábyrgð á lánum vegna fjárfestingarinnar. Jafnframt heimilir sveitarstjórn Rangárþings ytra fyrir sitt leyti vinnu við undirbúning verkönnunar eða útboðs vegna innréttingar slökkvistöðunar í framhaldinu. Orðalaust um þessa tillögu. Hjalti. Já, og þetta er bara svona, þetta sé bara gott framskref fyrir okkur hérna að bæta aðstöðuna fyrir Brunavarnir. Það er alveg 50 ára húsnæði, var flutt inn þar fyrir 50 árum og þetta er ekki orðið mikið. Þetta er bara bara síst tíma svo aðstæða sem er í boði þar. Og ég held að þetta er líka staðsetning og annað að koma þessu út úr íbúagötum. Þannig að þetta sé bara mjög gott mál. Takk. Takk fyrir það. Fleiri? Það er eitthvað sem ekki ljós, þess sem getur samþykkt tillögum að gefa ekki. Tillögum samþykkt samhljóða. Svo er liður 3, íþrótta- og tómstundnefnd, fundur 3. Það er vísað til umfjöllunar einstak mála fundargerð með auðvitað staðfest. Það er tekin liður 3.1, áfundageymsla á íþróttahúsi Hellu. Það er niðurstaða íþrótta- og tómstundnefndar að hún leggur til að verkefni verði drift á 2 ár. Það er árin 2019 og 2020 og að því fyrra verði lögð áhersla á að ljúka við gerð áhaldgeymslu líkt og gert er ráð fyrir kostnaðaráætlun frá Verkís. Ef til þess kemur að hagstætt tilboð komið að klára verkefni einum áfangi verði horft til þess. Og það er komið tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundnefndar og hönnun verði lokið á þeim forsendum sem kom fram í greinargerð og kostnaðaráætlun Jóns Sæmundssonar hjá Verkís og sveitarstjóra verði falið að vinna málið áfram. Orðið laust um þessa tillögu. Steindór. Það er kannski ástæða að benda að uppfæra nafnið á þessu. Þetta er svolítið tíkalegt nafn á svona mikilli framkvæmd því þetta er náttúrulega komið svolítið lengra en áhaldgeymsla. Þetta er orðið svona miklu meiri aðstæða og þar af leiðandi hærri fjárhæðir sem er að ræða en þetta er alltaf þetta þjarka forgangsröðun og svona, þá er þetta allavega þetta er þarft verk fara í þetta og getis mál
En upphæðin er ótrúlega herri heldur en upphæðin lagt með út af því að þetta er meira sem var gert ákveð að gera, þannig sem til þess að upplýsa það. Það er rétt. Takk. Það er fleiri. Ingu. Ég ætla bara að ítreka það að í framhaldi í þessu verkefni að við verðum að gæta aðhalds og reyna að passa upp á að við missum ekki eða missum þetta ekki langt fram úr áætlunum. Við verðum þá frekar að hingra með einhverja hluti heldur en að láta allt fara í vitleysu. Tökum undir það og það er komin nokkuð góð kostnaður á fyrir þetta og við viljum hafa eftirlit með þessu og aðalega til þess að hafa eftirlit með verkinu. En fleiri? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt fyrir að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Þá liðir 4 friðlanda fjallabæki, það er tilnefning í ráðgjafarnefnd. Það er umhverfisstofnun sem óskar eftir tilnefningum og það er komið tilnefna Sigurgeir Guðmundsson, Guðlaugu Berglindi Guðgeirsdóttur og Magnús Ó. Jóhannsson sem fulltrúar sveitarfélagsins í ráðgjafarnefnd friðlandi fjallabæki. Orðið laust þessa tillögu. Margrét Harpa. Það er kannski spurning hvort það ætti eitthvað að taka fram að þetta sé hálendisnefnd sveitarfélagsins. Það er svo svona allt í lagi að setja það af minn, þetta er ágúst. Og ég tek undir það, það er bara, ég held að það sé bara upplýsandi fyrir alla. Við erum að færa óskætti því að hálendisnefndir sjá þetta verkefni fyrir okkur. Bæti því við, sem sé bókunum. Fleiri sem vilja gera sér ljós. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þess að tillögu gefa merki. Samþykkt. Það var liður 5, lántaka Vatnsveitu Rangárþings ytra Ásarhrepps vegna framkvæmda. Það er ósk ábyrgð sveitarstjórnar vegna lántöku Vatnsveitu Rangárþings ytra Ásarhrepps EBS í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun byggðasamlagsins. Það er komið tillaga að það sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sína í samræmi við hlutfall eignarhalds samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásarhrepps BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónum 65 milljónum í samræmi við skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt. Nær samþykkir sveitarstjórnin jafnframt til undirritunar lánasamnings búa sveitarfélag byggð þær skyldur sem þar reynir. Er lánið tekið til fjármögnunar framkvæmda við endurnýjun veitukerfis Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásarhrepps BS sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Ágústi Sigurðssyni kenningu með 30/10/64 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útboð láns. Orðið laust þessa tillögu. Steindór. Okkur litla viðbót þetta svona til upplýsingar fyrir það sem ekki þekkja mannina. Það er kannski jafnveg þáttur sveitarstjóra Rangárþings ytra Ágústi Sigurðssyni. Svona vilja bæta því inn í. Þetta sé nú ekki bara eitthvað kúst út í bæ, sko. Þínast ábending og við bætum því við. Sé ekki eitthvað gústið upp á Kirkjubæ? Eru fleiri sem vilja gera sér ljós? Við talaðum. Gæti til að hans. Það þarf að fletta því upp, þannig að... Nei, Góð ábending. fín ábending á þeir sem geta samþykkt þess að tillögu að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það liður 6, aðalfundur Bergrisans BS 2018. Það er fundarboð aðalfundar og þar er tillaga að fulltrúar aðalfund Bergrisans BS þann 18. janúar næstkomandi
verði sem hér segir aðalfulltrúar verði Ágúst Sigurðsson, Haraldur Eiríksson, Yngvi Harðarson og Yngvi Karl Jónsson og varafulltrúar verði Hjalti Tómasson, Helga Fjöl Guðnadóttir, Steindór Tómasson og Jóhanna Hlöðversdóttir. Orðið lausn um þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðstil sem getur samþykkt þannig geimverki og samþykkt samhljóða. Það liður 7 endurnýjun samnings vikurvinnslu. Samningurinn lagði hér fram til staðfestingar til að sveitarstjórn staðfesti endurnýjan samning vikurvinnslu við Jarðefni Iðnað e.h.f. Orðið lausn um þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðstil sem getur samþykkt þannig geimverki og samþykkt samhljóða. Það liður 8 sjúkraflutningar í Rangárþingi. Boðaðar breytingar á fyrirkomulagi. Það lagt fram minnisblað. Ágúst, þú að segja frá því? Já, Oddný. Ég átti fund, óskaði eftir fundi með forstjóra HSU þegar fréttir bárust af þessu. Það er sambandi við hana rétt fyrir áramótin, bara gamlásta held ég. Og þau komu hér til fundar við mig 3. janúar, forstjóri HSU og framkvæmdastjóri. Og við fórum yfir þetta mál nokkuð og þau kynntu fyrir mér ástæður þessa að þau ætla sér frá og með 1. febrúar næstkomandi að breyta vaktafyrirkomulagi. Þannig að ástæðan fyrir því er að spara fjármuni vegna þá vantar eitthvað inn í reksturinn og breyta vaktafyrirkomulagi á bakvakt á bíl sem er hér hjá okkur í Rangárþingi. Þannig að það verði ekki staðarvakt svokölluð eða staðbundin vakt, heldur verði bara bakvakt og þetta er gert til að spara fjármuni fyrst og síðast. Nú liggur það líka fyrir og það kemur fram í þessu minnisblaði að þeir sem að koma að því að auka við fjármögnun HSU einmitt til þessa verkefnis segja að þetta sé full fjármagnað og hafi sérstaklega verið tekið til þess að þetta væri til fjármögnunar á sjúkraflutningum í Rangárþingi. Það liggur fyrir frá þeim sem fjölluðum það á Alþingi á sínum tíma, verið beðið í fjölmiðlum og síðan hef ég verið í sambandi við alþingismenn líka um það. Þannig að það liggur fyrir og það má segja að það kannski sé svolítið í mótsögn við það sem þá kynningu sem ég fekk frá forstjóra og framkvæmdastjóra. Það er að segja að þetta væri sjálfsögur ekkert sérgreint, heldur væri þetta bara til reksturs HSU. Forstjórinn upplýsti mig líka að það væri mjög mikill áhugi hjá þeim í ljósi þessara breytinga fyrirhuguðu breytinga, að koma hér upp liði hjá okkur sem getur sinnt þessum bakvöktum. Nú er það svo að þeir sem hafa verið hérna á þessum staðbundnu næturvöktum, þeir hafa ekkert endilega verið hérðan, heldur hafa komið á Teimekstora út í Árnessýslu og verið hér bara sem gestir þannig séð, en þau vilja koma upp bakvöktum sem eru það mannaðar með heimafólki sem er hér. En það er hins vegar kannski að koma í ljós hvernig það myndi ganga og það kom í ljós líka þegar maður ræðir við þá sem þekkja til þessa fyrirkomulags og þekkja til munarins á því að vera með bakvakt í staðinn fyrir staðbundna vakt, að þá komu spurningar um það hvort að það sé hægt að ná upp nægilegri færni þessa fólks til að sinna þessu. Ef að bakvaktirnar eru mannaðar með fólki sem er ekki öllu jöfnu að sinna sjúkraflutningum. Þannig að kannski þetta fyrst og fremst þetta tvennt, það er þessi fjármögnun hvort að hún virðist vera að hún sé eyrnamerkt þessu verkefni sérstaklega og þannig að sé það full fjármagnað og í öðru lagi þá spurning hvort að bakvaktir eru bara nógu, hvort það uppnæst nógu mikil færni eða bara gæði á því starfi þá með slíku fyrirkomulagi. Og upplýsi líka og það kemur frem í minnisblaðinu að við sammæltumst um það að sveitarstjórnin myndi funda með forstjóran og framkvæmdastjórnin ef það myndi henta
og þá var þá fyrsti mögulega dagsetning var í næstkomandi mánudag klukkan 10. Þannig að það þá lagt til núna að stefna á þannig fund og þá var þetta að fara ítarlegar onni í þetta bara og önnur mál sem snúa að heilsugæslu hér og ýmsu sem í þessum málaflokki og við viljum auðvitað ræða við HSU, stjórn HSU. Þannig að þetta í rauninni til upplýsingar hvernig staðan minnisblaðið fyrst og síðast og framhald málsins yrði þá næstkomandi mánudag með þessum fundi. Takk fyrir þetta. Og vindum við okkur bara í lið Ingu. Aðeins að fá að bæta við þetta. Það náttúrulega alveg ljóst að ef það farið í þetta vaktir hér þá kemur verður minna öryggi á okkar svæði. Það bara alveg ljóst. Það ekki hægt að ætlast til þess að fólk sem bara hér á einhverjum bakgróttum nái upp þeirri þekkingu og menntun sem fylgir, sem þarf að vera í þessu eins og þegar sérhæft sjúkraflutningalyf og ég veit það ekki, mér finnst þetta alveg gjörsamlega ótækt þessi peningar sem þarna við vantar upp á að þeir eru minna heldur en það sem var úthlutað í nýja aðstoðarmenn á Alþingi og ég held að það sé alveg hægt að fækka þeim og veita peningum í svona öryggisatriði. Þess bara forgangsröðunin hjá þingmönnunum okkar röng. Takk fyrir þetta. Það fleiri sem vilja taka til máls. Ágúst. Já, þetta ég bara bæta því við að við höfum auðvitað maður gæti sagt að það væri ástæða fyrir okkur til að bóka sterkar á þessum fundi þetta mál en þar sem við erum að fara að hitta framkvæmdastjórnina og forstjórana á mánudaginn þá legg ég allavega til að við bíðum með frekari bókan en þá til við erum búin að eiga þann fund en það gefst okkur tækifæri til þess að meta stöðuna aftur. Takk. Já, ég tek bara undir það. Það er náttúrulega bara mjög gott að við hittum þetta fólk og svona fáum aðeins nánar útskýringar. Þannig ég til að við ætlum bara að taka þetta upp aftur og setja stefn. Saman það. Þá vindum við okkur í lið 9. Það erindi og fyrirspurnir frá álista. Gjör svo vel. Já, við erum bara með fyrirspurn varðandi Þrúðvang 18. Hvernig var leita tilboða meðal verktaka í framkvæmdi við fyrirhugaða leikskóladeild á Þrúðvangi 18? Hvernig ganga framkvæmdi þar og hvenær fyrirhugað að taka húsnæði í notkun? Þetta aðalega bara til að upplýsa því maður heyrir ýmislegt alltaf verið að spyrja mann, fólk áhugasamt þetta. Þannig að það væri bara gott að fá svar við þessu. Og svar liggur fyrir. Þetta fara yfir það. Sveistu að lesa. Ágúst. Já, og ég get alveg farið yfir það sem ég er búin að eiga fundi núna bara í dag þetta verkefni, bæði með umsjónarmanni fasteigna og leikskólastjóra. Og ég setti saman þetta svar sem þið sjáu hér sem sé það var ekki leitað tilboða í verki í heild sinni, en það var sami beint við iðnaðarmenn undir verkstjórn umsjónarmanns fasteigna sveitarfélagsins. Leitað var eftir þjónustu heimamanna eins og frekast var kostur en verkefnastaða iðnaðarmanna almennt mjög góð og því ekki mjög margir kostur í stöðunni. Að smíðum koma starfsmenn frá trésmiði Ingólfs EHF og Rangá EHF, pípulagningameistari Markus Óskarsson, rafvirkjun sér Raffoss EHF og Toppmálun EHF annast málningarvinnu. Framkvæmdir ganga vel og áætlanir ganga út frá að hægt að opna nýja leikskóladeild 1. mars næstkomandi. Takk fyrir þetta. Já, bara gott að sjá að framkvæmdi gangi vel og eins áætlanir, eða sem sagt þessar áætlanir. Þegar var farið að vinna í húsinu, ætli hafi komið eitthvað óvænt upp eða hvernig heldur þið að kostnaðaráætlun heldur þetta fjármagn dugi sem við settum í þetta? Ef einhverjar svona óvæntir pústar að koma upp sem voru ekki fyrir sér? Já, og það auðvitað þannig þegar farið að hreyfa við ykkur í
gömlum húsum og þá þetta kemur eitt og annað upp. Það sem var kannski kom mest á, eiginlega það eina sem kom á óvart var bara að við þurftum að skipta vatnsinntak í húsinu og þar var reyndar bara málefni vatnsveitunar í rauninni að sjá það. Það er sem betur fyrir mjög einfalt vatnsinntak, það er bara vatn í rauninni bara í einu horni á húsinu. Þannig að það er ekki mikla vatnslagnir, það er bara vatnsinntak og þar eru þessi blautrými öll. Þannig að það var bara ráðist í það og þarna voru þetta gamlar pípur og önnur efni heldur en notaður í dag og þannig að vatnsinntakið var í rauninni endurnýjað. Það við vorum svo sem ekki búin að hugsa það, við þurftum að gera það. Þannig að það er bara þá í topplagi. Yngvi? Voru einhverjar skemmdir út frá inntakinu og vatnslögnum? Ég get upplýst það að það var örugglega búið að leka í grunninn þarna á ákveðnu svæði, bara í jarðveginn hreinlega. En með nýju vatnsinntaki og þá var þetta bara þurrkað yfir jólin í rauninni. Þannig að það er algjörlega búið að komast fyrir það. Og þarna er ekki, þarna þó að hafi þarna rakið, þá er ekki mygla eða neitt slíkt. Við erum með algjörlega á tánum með það er ekki þannig. Svo það sé bara sagt. Mælum það alveg hægri vinstri. Þannig að betur fyrir að þá var þetta nú eiginlega bara auðveldara við eiga heldur en við kannski heldum á tímabili. Þá förum við 10 vatnasvæðanefnd tilnefning fulltrúa. Það er tillaga að tilnefna Anne Bá sem fulltrúa umhverfisnefndar sveitarfélagsins í vatnasvæðanefnd og Ásgeir Jónsson sem jafnframt. Þessi tillaga 2. Orðalaust eins og tillögu. Ágúst. Já, þetta er bara að vekja athygli að það beði sérstaklega að við tilnefnum úr náttúru og umhverfisnefnd ef hún er starfandi og við erum með umhverfisnefnd. Þannig að Anne Bá væri þá fulltrúi úr umhverfisnefndinni. Þess vegna er þetta svona skringilega orðað. Já. Þannig að Þessi geta samþykkt tillöguna gefa merki. Og samþykkt samhljóða. Þá liður 11 áskorið til Veitna. Það hefur talsvert borið á því að íbúar í Rangárvallasýslu hafi verið að fá háa bakreikninga vegna aukinnar notkunar heitu vatni. Ástæða þess er meðal annars að hitastig vatnsins hefur lækkað svo munar með þeim afleiðingum að magnnotkun íbúa eykst til að halda húsum sínum heitum. Og sveitarstjórn skora hérna að Orkuveituna að taka á sig hluta kostnaðar íbúar vegna þessa. Orðið lausn þessa tillögu. Ágúst. Já, og við höfum aðeins orðið vör við það að fólk hefur verið að hissa á háan reikningum sem að bárust sumum núna í nóvember. Þannig að það var allt upp í það að voru jafnvel fjórfaldir reikningar á við það sem er venjulega. Og þetta á við alla sýsluna. Þetta er ekki bara í Rangárþingi ytra, þetta sé á við alls staðar. Og það sé alls staðar sem hitaveitan er. En ég hef óskað eða leita skýringa hjá Orkuveitunni og sendt fyrirspurnir. Hef ekki fengið ennþá svona formlegt svar. En veit þó til þess að sumir íbúar til dæmis á Gunnarsholtsveitunni eða þeim hlutar sem fer upp í Gunnarsholt. Þar hefur verið unnið þó nokkuð í þessu og hafa verið samskipti við veitur og reyndar ekki komið niðurstaða í það en í það minnsta er algjörlega ástæða til þess að óska eftir skýringum á þessu og hvetja veitur til þess að taka tillit til þess að þetta er nú mjög brokkengt búið að vera upp á síðkastið hér hjá okkur og það getur varla talist alveg eðlilegt að það lendir bara á notendum svona og þess að því fylgir einhverja skýringar og hvernig er þá framtíðin í þessu og hvað gerist næst. Og síðan þarf náttúrulega bara að fara að finna lausn á þessum heitavatnsmálum. Þetta er náttúrulega ómögulegt að búa við þetta. Þannig að mér finnst að veitur þurfi líka, svo ég tjá mig nú fleira í þessu,
að veitur þurfa að fara að huga því bara að ná í vatn eitthvað annað ef að það finnst ekki hér. Það er nóg á vatni hinn með við Þjórsá. Þannig að vall er það ómögulegt að sækja það þangað. Þannig að ef að skapast síðan eitthvað samtal í framhaldi af þessari ályktun ef við sendum hann inn þá er margt að ræða í sambandi við heitt vatn sem er okkur nauðsynlegt. Yngvi? Ég held að það náttúrulega liggi í hlutarnins eðli og ef ekki finnst neitt heitt vatn hér á svæðinu þá náttúrulega verðum við að skoða eða maður hefur náttúrulega bundið vonir við það ef að Hvammsvirkjun kemst á og brúin þar að þá sé hægt að fara þá leið til að sækja heitt vatn út í Árnessýslu þar og svo náttúrulega velkiði oft fyrir mér, full kanna með heitt vatn bæði í landsveit og við í kringum Heklu á Heklusvæðinu hafa verið í raun og veru nægar rannsóknir til þess að menn geti sagt að það er ekki til. Takk fyrir þetta. Steindór? Já, bara fagna því að sveitarstjórnirnar eru svona sameiginlega að senda áskorun á orkuveituna því að það er mjög mikið þéttar að styðja við einstaklinga sem hafa verið að kvarta við það því að það verið dræmar undirtektir og eins að þeir sem hafa orðið fyrir þessu þeir getur þá líka látið vita að þetta sé sem flestir sem hafa orðið fyrir þessu látið vita til þess að þetta sé svona að glöggva sig á stærðin á þessu því að það er ekki hægt að hunsa þetta algjörlega svona eins og þetta sé bara svona og ekki einu sín útskýringar eins og sveitarstjóri sagði áðan þannig að bara ánægilegt að það séu báðar sveitarstjórnirnar að senda sömu ályktunina. Gott mál. Takk fyrir það. Þá er ég til atkvæði sem geta samþykkt þessa tillögu, gefa merki. Samþykkt samhljóða. Það var liður 12 til umsagnar frá Alþingi á 417. Alls eru menntamálanefnd Alþingis óskar eftir umsögnum frumvarp til laga samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulýðsstarfs er lagt fram til kynningar. Liður 13 til umsagnar mál frá Alþingi mál nr. 443. Alls eru menntamálanefnd Alþingis óskar eftir umsögnum tillögu til þingsályktunar að efla íslensku sem óbært mál á Íslandi er lagt fram til kynningar. Liður 14 fundur nr. 866 frá sambandi íslenskar sveitarfélaga. Það er fundargerð lagð fram til kynningar. Liður 15 fundur Sorpstöðvar Suðurlands 274. Fundargerð lagð fram til kynningar. Liður 16 fundur nr. 275 stjórnarfundur SOS. Ágúst. Já, undir þessum fundargerðum Sorpstöðvar Suðurlands að þá finnst mér bara rétt að vekja athygli á því sérstaklega að það eru þetta stór tíðindi þarna á ferðinni varðandi sorppirðu frá Suðurlandi og við erum aðilar að Sorpstöð Suðurlands í gegnum sorpstöðina okkar hér, Sorpstöð Rangárvallasýslu, byggðasamlag og við höfum verið með okkar samninga í rauninni gegnum Sorpstöð Suðurlands við Sorpu sem að hefur urðað fyrir okkur almennt sorp eða sem sé óflokkað sorp og rétt eins og frá úr Árnessýslu og hefur einnig tekið á móti pappa og plasti frá okkur og það eru þau tíðindi að Sorpa hefur lýst því yfir að hún vilji hætta þessum viðskiptum sem eru bara viðskipti, það er greitt fyrir þetta og það er ekki eins og þessi verið að gera okkur einhverja sérstakar greiða sunnlendingu þannig séð. En þetta hefur verið núna í bara langa hríð svona pex og stapp í kringum þetta. Þar sem að það eru mikla breytingar í farvatninu á höfuðborgarsvæðinu. Það er verið að sem sé breyta þessu, þannig að verið að byggja eða leggja drög að gas- og jarðgerðarstöð sem að tekur við að þessari miklu urðun sem verið hefur.
Þannig að það var svo sem ljóst að það myndi verða breytingar en þær eru heldur fyrr á ferðinni heldur en Sunnlendingar töldu og þannig að staðan núna pínu óljós. Líklega hún bara svo að Sorpa sé að loka fyrir það að taka við almennu sorpi héðan frá okkur. Og Sunnlendingar hafa verið undirbúa sig undir að svo gæti farið, hafa verið með plan B og verið að skoða möguleika þá bara hreinlega útflutningi á þessum hluta sorpsins til brennslu. Og við erum hluti af því í gegnum sorpstöð Rangárvallasýslu að skoða þann möguleika og það alveg ljóst að það er spennandi tímar framundan í sorpinu og til dæmis alveg á hreinu að við sorpstöð Rangárvallasýslu mun fara út í eða leggja það til við eigendur sína að flokka lífrænt sorp frá bara mjög fljótlega. Því að ef það á að flytja út til brennslu að þá verður að flokka það frá. Þannig að tíðinda að vænta að þessu bara svona næstu dögum og ég vona á. Sorpstöð Suðurlands hefur farið þessu leit við sorpu að halda áfram að taka við til urðunar frá Suðurlandi fram á sumar meðan verið að undirbúa þá útflutning. Því það engin urðunarstaður á Suðurlandi sem hefur starfsleyfi til þess að taka á móti og urða almennt sorp. Nema þetta Kirkjuferjuhjáleiga en henni var lokað fyrir nokkrum árum. Hún hefur þetta leyfi ennþá, gæti opnað en það þessi engin staður virkur í dag. Þannig að það fullt af tækifærum örugglega í þessu til að bara standa okkur betur í sorpmálum sem við erum þá rekin til að gera með meiri hraða heldur en við kannski heldum. En þetta líka svona ákveðið stress í kringum þetta að hvað gerum við þetta lokað bara í næstu vikum. Þannig að það var ljóst að það var í það minnsta að geyma sorp þangað til hægt að flytja það út eða fá leyfi eða semja við aðra aðila sem eru þetta að urða sorp eins og Vestlendingar og fleiri. En það kannski ekki alveg einföldustu lausnirnar. Þannig að þetta staðan. Takk. Steindór. Já, ég ætla bara að taka undir sem að sveitarstjóri kom inn á með flokkunin á sorpinu. Mér náttúrulega alltaf verið að koma meira og meira að fólk svona átti sig á því eða virðist ekki allir gera það að eftir því sem við flokkum betur þá bara erum við að spara þetta er bara borgað okkar sameiginlega útgjöld okkar sem sagt þannig að ef við næðum að flokka allt lífrænt hérna sjálf þá væri kannski sára lítið sem færi þessi afsendingu sem þarf að urða eða flytja úr landi þannig að skilst að sé nú eitthvað áætlanir að vera með góða kynningu á sem sagt flokkuninni á lífrænu en það á að vera hægt að ná þessu margfalt meira niður að sé allavega ekki mikið af svona hræjum eða rusli sem sett í gaman öllu ægir saman fer þetta bara allt í stóra vörubílinn sem keyrir þetta til Reykjavíkur og urðar þar með stórfelldum kostnaði fyrir sveitarfélagið sem eru vasan hjá okkur. Þannig að það gott að fara að huga þessu ekki fyrir en seinna. Tækifæri í þessu. Yngvi? Já, ég ætlaði nú bara að forvitnast það sko að vera að tala að flytja þetta út til brennslu. Þarf ekki þá pappinn og plastið að vera með til þess að brenna því? Það eru farvegir fyrir pappa og plast en þetta sem sé þegar þessi hluti sem hefur verið sendur til urðunar það sem þarf að gera við hann, það alltaf bara alls konar. Stundum það pappi sem hefur bara eitthvað annað lent saman við eða plast sem hefur lent í vitlausum gám og allavegana sem allavegana hefur ekki flokkast þannig að það getur verið alls konar. En það eru farvegir líka fyrir hreinan pappa og hreint plast og við höfum auðvitað verið að nýta það og fram að þessu hefur það verið Sorpa sem hefur tekið á móti þessu og stundum hefur plastið farið mitt í brennslu erlendis en síðan eru aðrir aðeila líka sem að taka á móti því
og gera annað við það, selja það með öðrum hætti, ekki til brennslu heldur til endurvinnslu, hreinnar endurvinnslu. Þannig að ég tek undir með Steindóri og að þetta er bara mjög mikið hagsmunamál hjá okkur og það er mikil tækifæri í því að spara pening með því að ná upp betri flokkun og þannig að við erum rétt að stíga fyrstu skrefin í þessu en ég held að við erum að taka dálítið hressileg skref á tiltölulega stuttum tíma með að við hvernig málin hafa þróast núna upp á síðkastið. Það er bara gaman. Já, takk fyrir þetta Tóti. Það er sko til allan svona kynningarstarf, við höfum kannski ekki alveg staðið okkur nógu vel í kynningamálum gagnvart flokkunum, fólk átti sig virkilega á því hvað þetta kostar. Ég held ennþá því miður að það eru allt og margir sem að átta sig ekki á því hvað þetta kostar okkur, hversu mikilvægt það er að flokka og við höfum kannski líka ekki þá staðið okkur nægilega vel í kynningamálum í þessum málaflokki að vera með svona bara almenna kynningu og svo grunnskólinn skila náttúrulega miklun á heimilin og leikskólinn svona með fræðslu og þess áttar en við þurfum einhvern veginn að gera betur í þessum málum og nú eru náttúrulega tillit þannig að við bara tökum slaginn og það þarf náttúrulega að halda því á loftinu að sorpmálin eru rekin þannig að þau eiga að rekast á núlli þannig að ef við kosta meira þá þýðir það bara hærri sorpgjöld og fólk átti sig á því og það er ekkert endilega bara sveitarfélagið sem borgar heldur þetta kemur úr vasa hvers og eins. Ég held að það skiptir fólk máli og það kannski tekur það sig vel á og hraðar á. Takk. Tek bara þetta og tel einmitt að þessi tækifæri núna til þess að fara vel í svona kynningarstarf samhliða þessu áformum. Það er einmitt í burðarliðinu svoleiðis kynning og þá er það bara á svona sýsluvísu, samræma, við erum náttúrulega saman, við erum með regnsortu saman og það er svolítið misvísandi upplýsingar hvernig á að flokka milli sveitarfélaga og það er núna verið að fara í að samræma þetta og svo verður haldinn kynningarfundur þannig að það verður að koma þessi betri farveg. Vondur. Já, ég mitt tek upp spottan að þú sleppir hún með samræma hvernig fólk er að flokka og ég held að þurfum að taka það ekki á svona suðurlandsbasis sko. Ég vinn nú í Árnessýslunni og það er allt einhvern veginn öðruvísi þar og ég held að hljóta verið að gera þetta bara eins á Suðurlandi, ég meina hvað er málið í því? Þetta hljóta verið að gera þetta svona synkrónisera þetta aðeins betur. En já, takk. Takk, Ágúst. Já, kannski bara langar að bæta því við að það sem Hjalti kom inn á varðandi kynninguna og Margrét Harpa, þetta er náttúrulega lykilatriði og ég get upplýst það sem sé að á vegum sorpstöðvarinnar þá er verið að undirbúa mikið kynningarátak í samvinnu við kynningarfulltrúa sveitarfélagana og þáttöku þeirra þeir myndu vera þeir sem geta leitt það svolítið og gaman að segja frá því líka umhverfisnefndir allra 3 sveitarfélagana í sýslunni hafa verið að hittast og komum meðal annars í heimsókn á Strönd og voru að skoða bara hvernig flokkum fer fram og hugsa hvernig væri hægt að kynna þetta betur og formenn umhverfisnefnda í sýslunni hafa einmitt verið að hitta kynningafulltrúa og stjórn sorpstöðvarinnar og vinna í þessu máli og undirbúa þetta því að þegar tíminn er núna sko, það er ekkert eitthvað, við höfum ekkert mikið meiri tíma til að fara vekja athygli á þessu allhressilega. Síðast var fundað var ekki bara í gær, ég held að. Takk fyrir þetta, náttúrulega þetta. Já, því að Hjalti kom inn á að þetta vera kynningafundi. Við þurfum líka að hugsa aðra leiðir því að svona íbúafundir því miður er mætingin ekki sérstaklega góð á það með þeim. Þannig vill nú brenna við að það sé ekki sérstaklega vel mætt á þá. Þannig að það þarf að hugsa aðra leiðir í kynningu, bara einhverju svona basic, einfaldar lausnir annarkvort á netinu eða marka kynningarefni á netinu eða senda það heim í pósti líka til einhverja. Bara þannig að það sé svona mjög einfalt framsett því að ég held að þessir íbúafundir þeir skili því miður ekki
nægilegri fræðslu til íbúa. Takk fyrir það, Hjalti. Já, það voru bæta því að við að það er einmitt umræða að koma upp líka að þetta verður orðið svolítið myndi fáir mæta á þessa fundi sko. En ég hugsa það að ég ætla að koma inn svolítið skemmtileg kynning. Það verður jafnvel myndbandskynningar og annað á netinu og stofna Facebook síðan það sem hættir að svara spurningum hvað er ruslabílinn og þetta sko, sem fólk er að spyrja. Þannig að ég trúi að þetta verði eigi eftir að batna mikið. Yngvi? Ég velti því nú bara fyrir mér, svona að maður er að heyra þetta, hvort það fer ekki að bara koma að því að við verðum bara að skoða það hvort það sé hægt að sameinast það hér á Suðurlandi og jafnvel að fá fleiri að koma upp brennslustöð bara. Já. Því að það náttúrulega er orka sem er myndast við það. Það er jafnvel hægt að nota til þess að hita upp vatn, þess að hleypa inn á hitaveitukerfið okkar. Takk fyrir það. Þetta er auðvitað hugmynd. Eru fleiri? Svo er ekki. Þá höldum við áfram. Lið 17. SAS, það er fundur 541. Það er fundargerð lagfram til kynningar. Ég kannski segja frá þessari fundargerð að þetta er stórt mál að almenningssamgöngur sem var að ræða þarna. Og það náðist núna í lok desember að semja við Vegagerðina og ríkið þeim myndi greiða upp hallarekstur sem hefur verið á almenningssamgöngum hér á Suðurlandi fyrir árin 2017-18 sem stóð út af og á þeim forsendum þá heldur SAS áfram á 2019 með almenningssamgöngur og þurfti ekki að skera niður ferðir í þeim mæli sem að lá fyrir áður þessi niðurstaða kom í ljós. Heldur er ein leið upp Blóðskógabyggð sem er 2 í viku. Hún er lögð niður og þetta á að semst að SAS á ekki að bera neitt aukakostnað á þessu og það var alveg bókað að fylgjast með rekstrinum vel á þessu ári og eitthvað stefndi í eitthvað framúrkeyrslu þá verður það skoðað. En SAS heldur áfram með almenningssamgöngur út árið 2019. Að óbreyttu. Þetta er lagt fram til kynningar og liður 18, félagsmálanefnd, 62. fundur. Það er fundargerð lagð fram til kynningar og liður 19, endurskoðun kosningalaga, skipan starfshóps. Þetta er lagt fram til kynningar. Þá er efni fundarins tæmt. Þegar hún lesir fundargerð og undirrita segja sem fundið slitið. Takk ykkur fyrir góðan fund. Takk svo mjög.